Jæja, Ódrýri, hvernig gengur með rannsóknin á milli erjónum og milli Samma feita og Danna fína? Já, hún gengur bara. Gengur bara? Já, gengur bara. Gengur bara hvert? Inn á bar. Nú, og hverjir voru þar? Prestur, rabbín og munkur. Ha? Á leinin bara Samma? Ha? Já, nei, þar. Þeir voru ekkert þar. Fábjániðinn, hverjir voru á leinin bara Samma? Ég næ mætingalistan. Sammi, Talúla, Núi, Roxy Refur, Roxy Refur. Alveg rétt. Hann var dauður. Bugsy Malone. Bugsy Malone, af hverju kannast ég við það nafn? Já, því það nafn hefur reglulega poppað upp við rannsókn málsins. Og hver er þessi Bugsy Malone? Það er stóra spurningin. Hann virðist allan að vera innundir hjá Samma því hann reddaði Blási Brown pröfu. Hvað koma pröfur málunu við? Já, Fizzy húsvörður er búinn að biðja í marga mánuði eftir pröfum en svo valsar kærasta þessa Bugsy inn og fær pröfu með þetta Sammi. Það er mjög grunsamlegt. Já, það er eitthvað gruggugt. Já, ég er búinn að segja það í marga mánuði að kaffi sé hann sé ónýtt. Ég er ánægður og tókst loksins eftir því. Kaffið er búið ramgruggugt lengi. Íra, Bjáni, ég er að tala um þetta pröfumál. Nei, þetta er kaffimál. Ég er að tala um pröfurnar. COVID-pröfurnar? Mér skilst að þær séu mjög óþægilegar. Nei, söngpröfunar hjá Samma. Segðu mér meira frá þessari Fizzy. Já,
Sammi segir henni alltaf að koma aftur á morgun. Á morgun mér sagt, margt á mig lagt, fyrir drauminn minn. Á morgun skyldi, meira get ég ei, ég uppgefin. Ég læt ekki deigan síga, ég fædd hér til að stíga dans. Og mér sem liggur á, mun ég ávallt fá þetta sama svar. Ég læt ekki deigan síga, ég fædd hér til að stíga dans. Tónlistin minn fyllir, fegurðin minn tryllir, fætur mína gillir, heimur allur fer að hljóma. Sorgir þínar deyður, hristu þig og hreyfðu, hrópaðu og leyfðu, angist þín eða óma. Það hljómar eins og þessi Fizzy eigi hönk í baki Samma. Hvar er höngin í bakinu? Ég er nú ekki læknislærður, en ég myndi halda að væri á milli herðablaðana. Hvernig getur Fizzy þá átt höngina í baki Samma? Tja, ég hef nú aldrei pælt í því. Svartamarkaðsbrask. Nei, ég held að sé bara brask og brall. Getum við keypt höng þar? Látum okkur sjá. Nei, engin höng til sölu þar. Hansans. Hvað gerum við þá? Andskotin, hvaða rugl er þetta? Æ, hvar vorum við? Já, Sammi er sífellt að svíkja Fizzy. Heldur að hún sé þá til í að vinna með okkur kannski? Já, nú verður ánægð með Miss Molski. Ég hef nú þegar fengið hann okkar band og hún sagði mér frá þrjótunum hans Samma.
gátum gert hvað sem við vildum, líf okkar við. Verið í myrkri eða sól. Við vorum snjallir og ákváðum allir að það væri ágætt að vera þól. Við gátum gert hvað sem við vildum, líf okkar við. Og valið allt annað nóg. Við dugum á knæpum og öskrum og æflum að við erum alveg leysir strjótar. Það er enginn verð en við. Við skal ekki rusla sem að gera einhver grín. Þrjótar, myrkraverkamenn, mannúskan er stolt og gal og leiðar ljós í senn. Látum það berast öll fjarðarmót að við erum fast til að vera flót. Við gátum gert hvað sem við vildum, líf okkar við. Og það er auðvelda leið. Við erum svo illir og allt flestar fyllir. Ég er svo mikið axlarskafti að það hálfa væri slatti. Við gátum gert hvað sem við vildum, líf okkar við. Verið í myrkri eða sól. Sjálfum við fengum og erum nú engum að við erum alveg leysir ból. Já, við erum alveg leysir ból. Já, við erum alveg leysir ból. Akkurat. Hefurðu komist að því hverjir eru á mála hjá honum? Baldvin? Baldvin? Já, Baldvin í Hamraborg er búinn að vera fullu að mála hjá honum. Hvernig kemur það málinu við? Ég verði eiginlega viðurkenna það. Ég er orðinn svolítið ringlaður. Hvað er eiginlega að gerast? Þarf maður að sjá allt hérna? Jú, sjáðu til, Sammi var aðal glæpon bæjarins og stjórnaði honum eiginlega. En þá ákvað Danni fíni að fá þrjótana sína til að kála Roxy Ref, aðal þrjót sama feita og mörgum fleiri. Til þessa verka lét Danni fíni þrjótana sína fá þessar 9 byssur. Eins og við fundum í garðinum? Já, eins og þess að við fundum í garðinum. Sem minnir mig á. Hvað geturðu sagt mér hana? Hún er stór. Já. Já. Hún er stór. Er það allt og sumt? Já, eins og er. Þú eittir hálfu ári í námskeið í byssufræðum og það eina sem þú getur sagt mér er að hún sé stór. Og svört. Hjálpi mér allir. En hvað gerist næst í sögunni? Í sögunni? Þetta er sakamál? Já, hvað gerist næst í því? Ég get svo svarað það. Maður þarf að sjá allt hérna. Hlustaðu nú vel. Næst brutu þrjótarinn á Leynibar Samma á kvöldi þegar allt var pakkað og skutu bæði þrjóta, dansmeyjar, gesti og hljómsveit. Þá lagði Sammi feiti saman 2 og 2 og áttaði sig á því að þar væri Danni fíni að færa sig upp á skaftið, enda hafaði verið svarnir óvinnir sín á leikskóla þegar Sammi kleip Danna og Danni beit hann á móti. Og hefur þetta verið langur sandkassaleikur síðan þá. Þegar Sammi opnaði Leynibarinn náði hann svo yfirhöndin í undirheiminum og hefur Danni síðan þá reynt margskonar leiðir til að ná sér niður á Samma, en það hefur ekki reynst auðvelt. Nei, enda ekkert sem kemst í hálfkvistu við Leynibarinn. Þvílíkur staður, dansstúlkurnar og þjónarnir og gestirnir. Já, meiri svo hljómsveitin er sjóðandi heit. Já, það er það sem að gerist þegar það er engin gluggi. Þá stikna allir. En sem sé, Sammi ætlaði að láta svo ekkert hefði í skorist og hélt áfram með starfsemi á Leynibarnum og fékk sér meira að segja nýja söngkonu, Blásy Brown. Mér líður vel, sem væri ég á því, vinur ég tel, og að það spá því en þér líði núna
Heyrðu, þetta var gælan sem Bugsy Malone er að slá sér upp með. Bugsy Malone, alveg rétt. Hvernig tengist hann þessu öllu saman? Sko, ég er ekki alveg viss, en samkvæmt handritinu virðist hann tengjast sama eitthvað í tengsluðu veðmálum tengdum Bugsy. Hann var svo líka á staðnum þegar þrjótar Danna Fína skutu upp leynibarinn og hittir Blásið þar sama kvöld. Hann er samt ekki einn af þrjótum sama feita, né virðist komið sem málið nokkuð við, sem er þó aðal saga leikritsins. Af hverju heitir leikritið þá Bugsy Malone? Það er góð spurning. Finn ekki mikið sem tengir hann í málið fyrir hlé, nema það að hann er að gera hósu sína grænar fyrir Blásið. Konur vilja allar fá mig. Ég býð þeim upp í dans og illa kvenna fannst. Já, þær elska sjá mig. En stundarinn upp Bugsy hverfur burt. Já, þá verður sút og sorgin, því Blásið bráni ég nú yfirgefur sker og Hollywood er borgin. Kvennaljóm til Hollywood ég fer, sama þó þær allar drá mig. Ég stíg mér létt að dans og heilla kvenna fannst. Nei, þær aldrei fá mig. Sem stundarinn upp Bugsy hverfur burt. Já, þá verður sút og sorgin, því Blásið bráni ég nú yfirgefur sker og Hollywood er borgin. Hollywood við höldum partí, hittum liðið innum feysið og svo við yfir tökum pleysið og plötusamningin kom eins og skóð. Þetta fullkomið flott. Og ég finn við meikum það æðina vít og allir þekkja okkur og vilja snert okkur. Bap, a bluesy bap, silly bap. Hollywood við höldum partí, hittum liðið innum feysið. Sibala babala, humala bibala, sibala babala. Hollywood við höldum partí, hittum liðið innum feysið og svo við yfir tökum pleysið og plötusamningin kom eins og skot. Þetta fullkomið flott. Og ég finn við meikum það æðina vít og allir þekkja okkur og vilja snert okkur. Höldum partí, hittum liðið innum feysið. Höldum partí, förum til Hollywood. Býtu, átti ekki að vera hlé? Hlé? Það er ekki þetta að gera hlé á rannsókn málsins bara þessu svona. Einmitt, ekkert hlé. Áfram með smjörið. Hefurðu komist að því hvernig Bugsy tengist inn í þetta mál? Kaffimálið?
Já, hann sagði að kaffið væri svolítið skítugt. Nei, bjáninn þinn, þessu sakamáli. Tengist hann í eitthvað fyrir utan að vera kvennabósi? Er hann með kvennabossa? Sýndist hann bara að vera með góðan og fínan karlabossa þegar hann steg út í bílnum hann sama? Býtu, keyrir hann fyrir sama? Já, það er það sem ég sagði og þannig tengst hann málunu. Hvernig? Ég get svo svarið það. Þarf maður að sjá allt þetta sjálfur. Hlustaðu nú vel. Sami fíni var búinn að komast að því að Danni geymdi byssurnar sínar í Hungfúst sinn þvottahúsinu og sendi alla sína menn þangað til að stela þeim. En þá er þetta fyrirsátt og lét Danni fíni sína menn drita á þrjótasama feita. Athyglisverð aðferð. Ég sem hélt að það myndi vera einfaldara að skjóta þá en að skýta á þá. Já, hann dritaði byssukúlum á þá, herra. Æi og drýri, af hverju þarf þetta að flækja málin svona? Segðu þó bara að þeir skutu á þá. Skal gert, herra. Menn Danna fína skutu alla þrjóta sama feita. Hvað segirðu? Þannig að sami feiti var ekki með einn einasta þrjót? Jú, Nói var nú einn eftir og þá kemur okkar maður Bugsy Malone til sögunar. Sami ákveður að leiða Danna fína í gildru og losi við hann í eitt skipti fyrir öll. Þannig að þá ákveður Sami að heyri Bugsy til að athuga hvort hann verið til í að vera bílstjóri hans fyrir þetta verkefni. Og Bugsy er hann auralítill og búinn að losa henni heitt elskuði Blási að fara með hana til Hollywood. Þannig hann slær til. En þá er þetta fyrirsátt og er Danni fíni mættur með alla sína menn þangað og lætur að skjóta á Sama og Bugsy. En Bugsy nær að bjarga Sama. Þannig að Bugsy Malone er tækifæri sinni. Að nokkur leyti já, en líka pínu örvendingafullur. Nú? Hann vildi sanna fyrir Blási að hann væri sko ekki með kvennabossa. Að hann væri kvennabósi, meinarðu? Já, sko. Hann var búinn að gera lítið annað en að tala við Talulu sem alveg þvaðraði upp hann eins og tík á lóðaríi. Og það fór fyrir brjóstið að Blási. Athyglisvert. Þannig að Blási er bara með eitt brjóst. Ég hef nú enga tölu fjölda brjósta á Blási. Það ætti nú að vera augljóst hvort hún sé með 1 eða 2 eða fleiri brjóst. Maður hefði jú haldið það, en það verið að framlega svo góða brjóstaldra sem líki eftir brjóstum. Þannig maður getur aldrei verið alveg viss. Já, hver andskotinn? Væri þá ekki réttar að segja að það fór fyrir brjóstinn á henni Blási? Jú, ætla sé ekki betra að þannig fyrir PC-fólkið. Rétt skal vera rétt. En já, Talulu var búinn að reyna all svakalega við Bugsy. Ég heiti Talula og ég tala ekki meir. Hvort það takir því að koma eða fara yfir leik. En stúlku eins og mér er engin leikur að leyna. Það leikur aldrei vafa hvar má finna mig eina. Ég heiti Talula, mín heimspeki er að hika ekki við að þykja það sem er ber. Í valdastöðum eru menn sem vel ég þekki. Ég veit hvernig þeir lít út en nöfn man ég ekki. Tabu, vinur verð ekki tabu. Vinur þinn Talula, lagfærir það sem að vara. Ertu tabu? Vinur verð ekki tabu.
þetta lúla, ég tala ekki eitt. Hvort það takir því að koma eða fara yfir leið. En stúlku eins og mér engin leikur að leina. Það leikur aldrei vafa hvar má finna mig eina. Ég heiti Tallulah, mín heimspeki að hika ekki við að þykja það sem ber. Í valdastöðum menn sem vel ég þekki. Ég veit hvernig þau lít út en það man ég ekki. Tabú, vinur var ekki tabú. Vinur þinn Tallulah, lagfærir það sem báðar að. Ertu tabú? Vinur var ekki tabú. Víst hefur Tallulah gull í hjartastað. Hræsnar allir tala hana tóma þvælu. Tallulah kann að veita björgun af og sælu. Þvílík pía. Já, hún er ekki alveg mín típa. Ertu blindu, drengur? Þær gerast nú ekki flottara en þetta. Já, hún er alveg flott, en ég er meira fyrir heimilöslu típuna. Mjúka og góða sem eldar góðan mat. Þá ættir að tjekka á Lórettu. Hún gerir svakalegt lasagna. Ég er meira fyrir kartöflurnar heldur en pastað. Þá er Maja málið fyrir þig. Hún er komin af sænskum kartöflubændum og er vegan. Já, aðeins svo langt gengið fyrir mig. Ég þarf meitt kjöt. Þá er Velma Eðalkvíga frá Vallakoti kona drauma hennar. Ég veit ekki. Dotti, Jenny, Perla. Herra, þetta er ekki bachelorinn. Við erum að snúa okkur aftur að sakamálinu. Ég veit, en sjáðu þær bara.
Jæja, Mismunandi er smekkur manna. alvöru menn eru ekki með smekk. Þeir setja á sig svuntu. Nú, eldar þú? Nei, af hverju ætti ég að elda? Æ, þú sagðist vera með svundu. Ha, nei, ekki lengur. Ég fór í svuntu aðgerð fyrir löngu síðan. Nú, það er bara þannig. Það er ekki til að skammast þín fyrir. Nei, auðvitað ekki. En aftur að málinu. Auðvitað herra. Hvað gerði svo næst hjá Samma feita? Gafst hann upp? Nei, ekki aldeilis. Sammi gráði upp álíka byssu og Danni á einhverju svörtu markaði. Hann lét hnúa sig hann prófana en honum tókst að skjóta sjálfan sig í spað eða eitthvað í þáttina. Eftir það var Sammi alveg örvinglaður. Now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this I did my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh no, not me. I did it my way. Oh yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. Let the record show I took the blows and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all of that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and of the words of one who kneels. Let the record show I took the blows and did it my way.
It was my way. En nú hlýtur þetta að vera að tapa spil hjá Samma feita. Hann á enga menn eftir. Auðvelt fyrir Danna þá að klára málið. Maður hefði ju haldið það, en Sammi er ólsegur og kallar ekki allt ömmu sína. Er amma hans enn á lífi? Já, 101 árs gömul. Held hann hafi segluna frá henni. Nó. En hvað gerðist svo hjá Samma feita? Sammi ákvað að heyra í Bugsy og í millitíðinni hafði hann fundið efnilegan boxara. Langar þig að læra að boxa, langar þig í slag. Að hefja höggin dynja, við á því lag. Hvað að verjast á, hvað að víta eða á, hvað að verjast. Hvað að víta við því, hvernig var þið lík, hvað að verjast. Það er eitt sem þarf, þú vilt byrja annars starf. Langar þig að læra að boxa, lemja hann í spað. Ég spyr hvað þið farið í þig, veit allt það. Hvað allt er svært að drekka, það verður vinur. Svo að vinur við skekkjandi vinur, skemmt og það líður. Það er eitt sem þarf, þú vilt finna annars starf. Setta í hringinn, horfið tekin á, hvað er með nýting, kann hann ekkert á þann saklausa dreng. Við kýlum í keik, lítur hann að staula, langar hann í sjans, hvernig þarf að veila, kennum honum dansa og vera blið. Snýr hann úr hálsi, hættum við. Langar þig að líf þitt vinur, lítið vegla sól. Kannski bestu bærilega, myndi í þér fól. Allt verður að státt, að þetta og státt og þvæla. Já, það er meiti, vongur næst er að þvæla. Það er eitt sem þarf, þú vilt finna annars starf. Setta í hringinn, höggin út að fá, lítur myndu síkinn, lögur honum á sem hafi hann klest. Á jafnbrautar lest. Má ég nota klefann, væri hann í bauk, gleði mér að sefa hann, ef ég hann í lauk, ég brosi og býr. Nú er slátur því. Þessi boxari verður næsti meistari. Heyrið það fyrst frá mér. Hvar í ósköpunum fann Bugsy hann? Bugsy fann hann ekkert. Hann fann Bugsy. Það var ráðist á Bugsy á götunni og boxarinn kom að bjarga honum. Verra var hins vegar að árásarmennirnir tók alla peningana sem Bugsy hefði unnið sér inn fyrir að keyra Samma feita. En var hann ekki á leiðinni til Hollywood? Mikið rétt og var Blásý mætt á leststöðina að bíða eftir Bugsy sem í örvæntingu sinni tók annað skyndistarf hjá Samma. Það hefur varla fallið vel í kramið hjá þessari Blásý. Það er rétt, hún varð frekar fúl og taldi að Bugsy væri hlaupinn í fang til Lúlu. Rétt eins og flón
Eins og skýjaglópu græt ég að skýjaborgin var tásýn. Aftur á ný, eirðalaus kjáni, auðeyja mér söng og hló. Aftur á ný, einmana kjáni, eignaðist von sem að dó. Ég hef farið þessa ferð og mér fannst þú neyðis verð, yfirgefin og án þín. Eins og skýjaglópur græt ég að skýjaborgin var tásýn. Og ég vildi vita eitt, hví ég vikast aldrei neitt, yfirgefin og án þín. Eins og skýjaglópu græt ég að skýjaborgin var tásýn. Og hvaða starf var þetta sem Sammi fékk Bugsy til að gera? Nú, að safna liði til að brjóðast inn í vörugeymslu Danna þar sem hann geymir allar byssurnar. Ég hefði nú haldið að enginn vildi berjast fyrir lið sem að tapa. Segðu það við Adda Ben. Nú? Hann heldur sko með Leeds. Og hvað að því að halda með Leeds? Alls ekki að þeirra stórkostlegt lið. Hélt það. En hvar fann Bugsy einhvern til að berjast fyrir sama fauta? Hann byrjaði að fá boxarna lið með sér. Þeir fóru síðan yfir höfn þar sem vörugeymslan er. En Danni fínir eru auðvitað ekkert flón og var með tugi varðmanna að gæta geymslunar. En þá heyrði Bugsy misfagran söng í ekki svo miklum fjarska.
þykja þetta miður. Einn og utan gafst. Gráttu ekki tækifæri sem að eru horfin út í heim. Einn og utan gafst. Eitt af því sem skiptir okkur skoðun það er hefðar penna síður. Einn og utan gafst. Haltu áfram ótrúður á lokum undir ná á efstandi. Hvað er alltaf það fólk að gera niður á Höfn? Líklegast bara að dúlla sér eitthvað, njóta sjávarloftsins, sóla sig. Er það ekki það sem að gera niður á Höfn? Er eitthvað á milli eyrnan á þér? Þú ert að rugla þessu saman við ströndina. Potato, potato. Gestapó. Nei, engir gestir lifður á ströndinni. Nú? Samkomutakmarkanir. Ekkert má nú. Þetta eru hrein og klár mannréttindabrot. Ætlaði ekki bara verið þess vegna sem þið voru niður á ströndfjörunni, vegna lokunar á ströndinni? Það er nú aldreis. Þú leystir mál. Vel gert, Ódrýri. Þú ert þá ekki alvitlaus. Takk, herra. En þarna var þetta fólk að njóta veðurblíðunnar, en hefur líklegast farið að vera að leiðast eitthvað fyrst að Bugsy tókst að fá þau liðs með sér til að brjótast inn í vörugeymslu Danna, sem þau gerðu og náðu hana sitt vald. Svo veistu hvað gerðist næst? Veit ég. Já, herra, þú varst með í umsátrinu byssugeymslunar. Manstu, við komumst að hvar voru geymdar og ætluðum að gera upptækar. Nú já. Hvenær var þetta aftur? Bara í gær, herra. Já, svoleiðis. Ég fór til tannlæknis í gær og deyfingin fór svo ill í mig að ég bara man ekkert eftir gærdeginum. En það hefur víst ekkert haft áhrif á starfsgetu mína fyrst ég náði að leysa það með byssugeymslurnar. En það var ég sem leysti málið, herra. Þetta er ástrákur í leiðið þér að vinna en árum og Ódrýri. Þú leysir kannski engin mál, en þú ert svo andskoti fyndin. Þú að leysa mál. Einmitt, herra, en þú getur lesið það í skýrslunni sem ég skrifaði í gær. Komust menn sama undan með pissunar? Ég hef greinilega verið ruglaður af þessari deyfingunni ég hélt. Andskotin, hvað gerum við þá? Eigum við ekki bara að fara á leynibarinn? Jú, góð hugmynd. Drekja sorgum okkar í því sama og vanalega. Gleym okkur í blíðum faðmi Talúlu. Kannski ég gef henni demantsamband í þetta skiptið. Ha? Ferðu oft á leynibarinn? Nei, hvaðan færðu þá hugmynd? Æ, þú sagðist til að drekka sama og vanalega og gefa Talúlu armbandi í þetta skiptið? Deyfingin hlýtur bara ennþá eitthvað vera að rugla í mér. Einmitt, herra. En af hverju viltu fara á leynibarinn? Ég held að það sé eitthvað í gangi þar. Það er síðasta víi sama feita. Góð hugmynd. Af stað þá. Af hverju þetta stoppa, herra? Já, ég hef aldrei farið á leynibarinn þannig að ég veit þetta ekki hvað hann er. Skil þig. Fylgdu mér!